Heilu hlustendur, við erum að hlusta á hlaðvarpið 2 á topnum. Þetta er 94. þáttur og er líka páska þáttur. Þetta ætti að vera 97. þáttur. Það ætti að vera það og hvað, já, kannski verður þetta ekkert 94. þáttur. En hvað, byrju, nú er intro alveg komið. Vegna þess, já, þetta er páska þáttur vegna þess að það er alveg að koma páskar. Við erum hér hádegisspil á 5. deginum 17. apríl sem er skírdagur. Fyrir árið síðan þá tókum við upp þátt miðvikudaginn fyrir skírdag og vorum með Thunder páskaþátt. Við getum vikið betur að því síðar. Jesus Christ er líka hæst. Já. Já, við fórum yfir það allt í síðasta þetta. En ég menna samt, sko, það er alveg svona það er alveg upp á Guðs náð hvort að þið munum ekkert með heyra það þátt vegna þess að við erum með gest. Við heldum við erum gestlausir en hann er mættur eina ferðin enn, Arnar Tómas Valgeirsson. Já. Og síðustu 2 skipti sem hann hefur verið gestur hjá okkur þá einmitt hurfu þættirnir. Já, Arnar, ég hef enga trú að það maður er bara að gjamma út í tómið núna og er mjög vinsæll hjá hlustundum eitthvað sem er ekki til. Já, ég fíla mig mjög mikið. Já, í eþernum og handan heimum og himnaríki sem er nú viðeigandi í dag. Myrkrinu milli stjarnanna og er í mjög vinsæll, sko. Ég liða 2 mínútur að þessu potti og það er byrjað að rósta mig. Og ég er náttúrulega búin að lýsa því yfir að þó ég sem ekki samstarfi við Elko, allavega ekki þá fór ég daginn í Elko og keypti 2 ný minniskort sem eru betri en þau sem við höfum verið að nota. Einmitt, við spyrum geiragrindin út í þetta. Já. Þannig að þetta á að virka. Geiragrindina, hvað sér við? Geiragrindina í röddi. Ok, og síðustu 2 þættir hafa allavega komist klakklaust inn á veiturnar. Ef að þessi þáttur skila sér ekki, þá er eitthvað að mér. Já, öllum líkindum, nema Oddur er búin að heikjast á því að gervigrindin sá nú líka að uppfæra eitthvað firmware, sko. Já. Þannig að það er náttúrulega classic svona páska miracle að firmware klikkar í dag og þú tekur þetta náttúrulega á þig, sko. Hann sést bara múmía hann er vafinn snúrum, hann er tæknikall hann notur stúdíónu í dag, sko. Ég er svo mikil tæknikall. Já, og svo er náttúrulega að því að veit ekki, ég hafa starfstáður á leikskólanum í gær, þannig að ég gæti ekkert undirbúið mig. Nei. Þannig að ég er svona, það er allt í rugli. Sem er ágætt líka því að ég tekkaði hans á þætti 41, Christ en líka hæst. Páska þátturinn í fyrra var sem nummer 41. Já, pældi því. Og sem sagt, þar kynntu okkur inn, sko, sem í þætti sem að við varum innblásnir heilugum anda. Og og eins og í fyrra þá erum við þetta innblásnir heilugum anda og þar var ekki eitthvað varnagri slegin, sko, fyrir árið síðan að kærleysi var algert og þetta er stefnulegs og ómarkviss þáttur. Þannig að það er að myndast svona páskahefð í 2 á topnum að páskaþættirnir eru stefnulegsir og ómarkvissir. Já. En það er náttúrulega rosalega gaman að Arnar Tómas hafi dottið inn bara á 11. stundu. Vegna þess að þá getum við fengið nýtt þema inn í þáttinn sem er náttúrulega píslaganga odds. Já. Af því að hann er alltaf svolítið laður í einelti þegar eineltispúkinn að fréttablaðinu kemur. Ég kom inn ríðandi á asnanum mínum með pálmagreinar, sko, og beint í flasið oddi, sko. Henda honum í nýja þrautagöngu, sko. Beint í flas. Já. Og fyrir utan það, þá er þetta annar þátturinn á 1 viku í rauninni, eða annar þátturinn á 5 dögum. Já, ótrúlega vel gert okkur. Fylgja framleiðslan. En það líka höfum við náttúrulega svo sem syndir að bæta fyrir, eftir, þessar tæknilegu bömmera. Já. Og ég sagði það nú held í síðasta þetta Arnar sem ég held að hafi heyrst, sko, þetta væri út af því að Oddur væri stíginn í heim sjálfskvörunar, sjónvars fréttamennskunar og sko talandi það, þá ég hlust alltaf á fréttina þínar Oddur á bylgjunni, sko. Já, horfur aldrei. Nei, ég bara sagði það í síðasta þetta, þættinu sem að tókst ekki upp að ég get ekki náð stötu inn í áraglar, Apple TV hjá mér. Já, alltaf á Boomer Þú veist, ég á alltaf að fá eitthvað kóða að senda hann í síman, eitthvað bla bla, allavega það gerist ekki nema að ég er sem sagt að græja matinn og hlusta á upptaktin í fréttatímanum og þá eitthvað Oddur eitthvað í sundi, nú fáum við að vera lengur í sundi
og ég veist bara, oh god hann að púla Björn Þorláks og komin í sundskiluna að fara að busla með ljóðina Ég get upplýst ykkur það, strákar, það, framleiðandinn minn vildi endilega ég væri á sundskilni Alveg? í sundskilni, en það náðist ekki við mannlega hafa ekki tíma og svo framvegis og þannig að þið muni einhvern veginn að sjá mig í sundskilni sko. Já, en svo fór ég náttúrulega inn á vísi seinna í gærkvöld þess að aðtóa hvort að þetta hvort ég þyrfti að fara í svona PR damage control fyrir 2 á topnum en þú varst betur fyrir bara full klæddur á sundlega bakkanum sem að eins og ég segi, það styttist óflögu í það að ég verði á spító það var samt allt til að lesa svona gamlar svona vinnureglur sko, eitthvað frá Jónas Kristjánsson sko, blaðamenn eiga að halda sér svona utan við efni sko. en það er svo skrýtna við þetta stöð 2 ekki stöð 2, bara sjónvarpsdæmið þú veist, þetta þú veist, af því að þú er fyrir frá skjáin og þetta verður einhvern veginn miklu þú veist, ég veit ekki, þetta er aðeins öðru Það verður fyrir frá skjáin Já, en þú veist, þá eru þú veist, til þess að vera sniður á skjánum, skilu, fara ón í laugina vera ón í laugina, það er eitt dæmi ógeðslega sniðut Fréttamaðurinn er komin ón í heita botinn Mér heyrst að við þurfum að fara að redda einhverjum props props sem þú getur verið með þetta var náttúrulega Kristín Ólafsdóttir sem er núna bara hætt og fann henni í forsæðisráðuneyti bara rétt náða að vera hér gestur sem fréttakona hún var alltaf í sundfréttunum sko. hún var alltaf á sundbólnum og þú stóð í lauginni og hún elskar sund sko. þannig að þið sjáu það er aukt pásarna, það verður einhver að gera þetta ég verð að gera þetta já líka og hún var alltaf í sundbólum og sjáu hvað hún er núna hvað þú ert núna sko. ég er bara einhverju dýpli sem er tveimur mönnum sem er að grilla já Páskalambið sko ég er Páskalambið sko Þetta eru páskandi merkilega hátíðmar. Þetta eru uppáhalds hátíðmar. Já, þú talar á svipunótum í fyrra, sko. Er það ekki? Ég náttúrulega var á öndverðum meiði. Ég vissi ekkert áhugavert við þessu hátíð. En sko, eina sem ég kann að meta þessu hátíð. Nú, bara eina. Nei, það eru frídagar. Já. Þú fara allt í einu frí. Já. Það er geðvikt. Nei, vegna þess að í fjölmiðlum er eiginlega þannig að ef það kemur ykkur auka frídagur, þá er það bara auka álag og vinna, sko. Sitt hvor megin við frídagana. Já, fyrir mér, sko, ég hef aldrei lært inn á alla páskadagana og þeir eru eitthvað svona 5 eða 6 sem að það að hafa hendur á, sko. Hvað kemur eftir skýrdag? Leiðilegasti dagur ársins. Föstudagur Já. Þá fyrir við í bingo. Svo er laugadagur. Já, venjulegur laugadagur. Laugadagur Svo kemur páskadagur. Já. Og annar í páskum. Já. Hvað meina, þú ert alveg með þetta? Nei, er ekki einni viðbót svo sem ég er að gleyma núna? Nei, það er sko, sunnudagurinn síðasti var Pálmasunnudagur sem skiptir einhvern máli. En svo náttúrulega flækist í náttúrulega þetta upprístudagarnir sko, sem kom einhvern veginn setna sko. Annar í uppstigningu. Nei, annar í hvítasunnu. Uppstigningar, já, hvítasunnu. Þetta er alveg ótrúlega mikið að dögum. Já. En sko, það er líka eins og ótrúlega að segja, sko, það er, fyrir mér það er engin svona ábyrgð sem að fylgja páskum jafn mikilvægum sem jólunum og annað, sko. Nei, það er ekki þannig pressa, sko. Þú ert bara með egg sem þú borðar. Herru, ég þarf að kaupa mér egg, maður. Svo, í staðan fyrir að ferja í skötu eða eitthvað svona þannig vitleisu, þá ferðu bara í bingo kannski. Já. Besta falli, sko. Já. Annars er eitthvað svona engin event sem að tengist þessu. Var ekki svolítið sætt ef ég myndi gleyma að kaupa með páska? Nei, ég held ekki. Það er svo vond súkkulaði sem eggjum. Mér keypti bara súkkulaðiplötu bara venjulega, eða Mars eða Snickers. Ég hef líka í mörg ár kvartað undan því, sko, maður fær eggin og svo inn í eggjunum er bara meira súkkulaði. Ég vil fá hlaup. Ekki súkkulaði. Ekki rís og lakrísdrauma og eitthvað. Hún bara þetta. Já, það þarf að vinna með balansin hennar hjá. Wow. Takk fyrir mig. Er þetta ekki bara komið gott það? Ég held það. Já, örgulega. Það er örgulega ýmislegt á dagskrá, sko. En ég verð að byrja bara að vera komið frá. Smá meir í Valkilmer. Já, Valkilmer, ok. Ég ætla að vera að fara að tala um Marvel-tróið. Nei, við snúum okkur að því á þetta. Já, eftir, já. Nei, ég veit hvernig ég get sem þú veist eitthvað að kafa hon í eitthvað sem ég obsessa, sko. Og náttúrulega ég var að horfa aftur á Tungmán í 12. skiptum daginn, svipaleitt þú horfir á hann í 1. skipti. Já. Og náttúrulega frábær mynd. Já, en sko það var svo mikil kvöl og pína að búa þessa mynd til. Þetta var hræðilegt framleiðsluferli. Þannig að ég skellti mér hlusta á bókina Making of Tombstone
Nei. Jú, það er bara búið að skrifa heila bók þetta allt saman, sko. Já. Og sem sagt, þetta byrja á því að hann heitir Kevin Sharr sem að þetta handritshöfundurinn, skrifar handrit sem er ómdelt að öllum þótti frábært, sko. Og hann heimtar að fá leikstýra líka. Svo bara kemur í ljós með fljótt að hann er bara ekki að valda þessu verkefni, sko. Shit. Þannig að það er eiginlega bara komið svona uppreisnar ástand og hann er bara rekinn. Shit. Og þá, sko, í rauninni, eiginlega var Kurt Russell eiginlega bara búin að taka þetta yfir, sko. Aðaleikarinn, sko. Og það er þessu líst alveg bara svona í smáatriðum í bókinu. Já, tala við alveg bara ótal manns í kringum þetta. Já. Nema þá vantar svona ghost leikstjóra. Það verður og þá Kurt Russell var búin að leika í Tango and Cash með Stallone. Og sem sagt Stallone, hann heitir George Pan Cosmatos sem að leikstýriði að sögn Rambo 2 og Cobra með Stallone. En það var alveg vitað í Hollywood að Sly Stallone leikstýrið þessum myndum, sko. Þannig að Cosmatos er bara svona nafn sem þú getur fengið lána, sko. Og Kurtarinn hringir í Sly, hvort það er ekki bara málið að fá bara George í þetta. Jú, svo kemur hann og hann er svona yfirgengilegur, svona grísk kallremba, púandi vindla, verandi ömulegur við alla, basically, sko. En þykir alveg svona svolítið svona visual og kann að búa til spennu, þannig að vantilega kerja upp spennuna, svona. Og svo er það bara Kurt, og Kurt segir bara hann, bara ég kem til bara hverju kvöldi bara með tökuplan næsta dags og höfum þetta bara þannig og ég skal ekki segja orðum þetta á meðan þú ert á lífi. Wow. Nema svo náttúrulega bara kemur í ljós að ef á að fara eftir öllu þessu handriti þá er myndin bara 3 eða 4 tímar og þeir fara að henda út úr handritinu alveg bönns og allir leikararnir, þetta er svolítið mikið stórum ekkom og flestir svona alvöru leikararnir sem þeir sko tóku giggið út af því handritið var svo gott, sko. Þetta var tilfinningaríkt allt saman og allir náttúrulega fúlir og sem það kemur einhver nýr höfundur inn að skrifa þetta og hann talaði hvern leikar við sig, sko, því miður þetta var að fara, það viltu velja hvaða senu missir út, sko. Okay. Svo fer hann að tala við Kilmerinn. Velja hvaða myndir? Já, þetta er 3 senur, það verða 2 að fara, þú veist, þið getur vænt eitthvað meira en hana. Svo fer hann til Kilmersins og Val bara hentu öllum línunum mínum út. Ég er í þessu gerfi, í þessum búning, ég get bara setið út í hotni og hóstað og stóli hver einustu senu. Sem hann gerði, hvort það er, sko. En var líka með allar verið til línunar. En nema svo hann er alltaf í hann er method, eða var methodleikar, hann var alltaf í karakter og það er Michael Biehn til dæmis sem að leik John Ringo hann sagði eftir að bara ég þekki ekki Val Kilmer ég hef aldrei hitt Val Kilmer og svo þekki bara Doc Holliday já, og svo ég tók nú ekki eftir hann þannig ég þarf að horfa aftur á myndina hann er einhvers staðar í þessari mynd er skemmtilegasti kúrekinn krútlegasti í Yellowstone, svo sem að leikur Lloyd með gráa skeggi svona verkamann útgáðan af Sam Elliott, ógeðslega svona sjarmerandi og þetta er náttúrulega frábær persóna, sko. Það er ekki einn af skúrkunum bara hann í þessari Jó, hann er það, sko. Eitthvað Forry heitir hann eitthvað hann kom inn, sko, á vegum Sjarri og er mjög fúll og fyrir að bera sér illa við alla leikarana, sko, eða svona aðalgæðina kvartar í Val Kilmer og svo bara Kilmer eitthvað Yes, this is a Southern play and we have lost our Shakespeare. Og hann bara, hvað er að þér? Get ég fengið að tala um Val Kilmer? Val Kilmer er ekki til, bara persónurnar sem hann leikur. Já. Wow. Þú myndist þarna á George Cosmatos. Nú er ég svo mikil horrorkall. Ég bara ákvaða að googla þarna þess að ég heiti Cosmatos. Já, leifaði það. Já, hann er nefnilega sko pappi Panos Cosmatos sem er leikstur í dag sko, leikin hans í upprennandi í horrorheiminum er líka mjög svona visual gerði Mandy með hvað heitir hann? Nicolas Cage og er svona mjög stíliseraður gaur, þannig að þeir eru greinilega svona alveg með visualið visual feðgar sko. En hann gekk bara púandi vindinu og þetta verður frábær mynd að ég ætla að klippa allar konur úr henni svona old school remba frá helvíti svo bara, í hvað myndum þú leikið? Já, hún var leiðileg, þú trekkin en loka niðurstaðan var frábær og svo var náttúrulega kappleipið af því að Kevin Costner var að gera Wyatt Earp á sama tíma og sem er náttúrulega svona Kevin Costner mynd náttúrulega líka hún byrja sko fyrir getnað Wyatt svo fylgjum og allt sko og Kevin Costner var mjög kokki sko hún náttúrulega krassaði gjörsamlega sko bara leiðileg líka ég hef ekki séð hana og hún allavega hún gat ekki mikið sko skítappaði sko en enginn hafði trú á Tombstone sko
hversdagslega bara, þetta bara mesta drall sem ég leiki og voru allir sko fúlir en svo bara sló hann gegn, það var svona sleeper hit ársins 1993 wow. Geðvitt ár, gott ár Já, mörgleiði Gerðust margir góð hlutir þetta ár Já, einhverju slæmir líka það er náttúrulega það er svona margt í gangi við nefndum það nú eitthvað í síðasta sundag, Pálmasundag þá byrjaði önnur umferð af Last of Us Nákvæmlega Við erum ekkert búin að kíka á þann þátt eða Nei, Ég er ekki búin að horfa á það heldur, Nei, þetta var þetta er líka óþarf að byrja eitthvað eftir eitt þátt sko Maður hugsa líka, eru þið með þetta ég er með smá svona kvíða fyrir þessum þætti sko Já Skiljið hvað við, þú veist að þegar síðasta serið var svo þung Já. Ég held að þessi serið verið rosalega þung Já, og líka náttúrulega líka við vorum náttúrulega með helvíti góðan Last of Us þátt sko á sínum tíma Já Það var fréttablaðin þá við líðum ekki komið þau ekki upp á blað Fengum Tómas Gauta og Ingunni Lár Já Og þá svona máttu nú að heyra á þessum sérfræðingum sem að gjör þetta grænta leikin að það bæði væntanlega breytist eitthvað takturinn og þetta ekki Og þeir eru að gera, ég er búin að heyra þetta aðeins ég er ekkert búin að kynna mér þetta í þaula þeir eru að gera eitthvað svona smá breytingar á annari serju versus töluleikin sko, sem eru eitthvað smá umtildar meðal, þú veist, hörðustu aðdáðanda leiksins Ég er bara búin að sjá út undan mér eitthvað svona fjæðrafólk af örgulega ábyggilega inselum og öðru fólki að rífast hættina sko. Classic Þannig að ég bara svona er ekki búin að hætta með nær sko. Nei. En maður dembi sér nú í þetta fyrir serið var nú alveg heilt á lítið frekar góð sko. Já, hún var við vorum hrifna af henni þegar vorum með hana þátt allavega hún ríghjælt þetta var alveg, maður beið alveg þetta var náttúrulega vikutempói Sumið þættirnir með svona sína sérsögur Já, það var náttúrulega legendary homma þátturinn sem náttúrulega bara var störlað góður sko Mögulega bara svona sjálfstætt listaverk sko. Já, algjörlega sko og talum slúi líka í það bara frá Daredevil Born Again fyrir hlutin kláraðist á Disney í gær á miðvikudag Þið eru báðu búin að sjá Dífa tánum í tróið hérna Já, merkir nokk að trógmaðurinn er ekki búin að sjá þennan síðast Nei, það er ótrúlegt Þetta var að koma í gær, strákar Þátturinn datt inn í gær Hvernig á venlegt fólk að horfa á Kemur hérna glæreigur að horfa á þáttin Upp úr sundi Rúsinu fingur hérna Nei, hvernig fannst ykkur, þú veist, að þið segja okkur bara Já, svona förum bara, við tökum þetta fyrir betur síðan kannski, en þetta var Ég myndi segja, mér fannst þessi þættir fínir, en það er allt í lagi Þeir eru ekki jafngóður en Netflix þættirnir Ekki sama tempó Þeir eru samt, þú ert að sko það reddar þeim fyrir hotna þeir fengu Charlie Cox og Vincent D'Onofrio þeir fengu John Bernthal alltaf fólk til að koma aftur og þetta fólk er það gott að jafnvel þótt að þættirnir séu ekki alveg upp á 10 þá er svo gaman að horfa á þessa leikara þeir eru bara með svo mikið karisma að maður er ekkert að kvarta of mikið sko. En ég held að maður sjáu líka sko, maður sér, það voru ákveðnir þættir sem voru mjög góðir, mér var slumlega bankaþátturinn sem var svona bottulega episode þarna sem var svolítið út fyrir sviga mjög skemmtilegur og hérna, þú veist, þættirnir koma bara svolítið svona hérna en það voru þessi reshoots sem þið þurft að fara í og maður tekur vist eftir því að betri þættirnir eru þættirnir sem voru gerðir eftir reshoots meðan þeir sem eru slagari er eitthvað svona beggja bland sko. Svolítið svo leiðis, þetta eru 9 þættir og overall þá allavega heldur þetta á mér fannst náttúrulega þessi 9 þættir sem við horfum að gæðir næstu því geggjaður sko Næstu því geggjaður hann er klikkaður sko og talandi einhverjar áhyggjur að ofbeldi er eitthvað tóna niður með Netflix það kom með bara rosalegasta sena sem ég sé sko Frank Castle, hann fer loksins í hauskúpu gallan sko, hann fer hamförum og Bernthal er náttúrulega svo ógeðslega töff og bara, þetta er hann ásóldi þennan þáttis mér og svo endar þetta þannig að maður er spenntur sko maður býður eftir framaldur 26 sko. Það eru 9 þættir viðbót 8 eða 9 Næsta serið kemur bara næsta vor þau voru þeirra klíkina í apríl næsta ári og það er svona, þetta er ekki eitthvað svona sturlaður cliffhanger en samt mjög spennandi en það er svo fyndið að John Bernthal kemur þetta aftur í Pjónusu Gallan og það er ekki einu svona hann sem á ofbeldisfylgstu senu þáttarins það er einn hann rosalega snilt maður, ég get ekki beð mjög gott og svo náttúrulega talandum endurtökur sko þetta er náttúrulega kallast alveg sérlega skemmtilega við ástandi í Bandaríkjunum og samtíma sinn það er ótrúlegt sko því að Kingpin er náttúrulega orðin borgarstjóri New York og er náttúrulega farin að beita í svona, hann er náttúrulega að gera borginu örugga og líf gott með því að
En hann bara búin að búa til sinni eigin sveit af lögreglumönnum sem þurfa ekki að svara til neins aðra vald, svona svolítið þið báður að gera út í núna og svo hann að reka fólk sem er ekki með honum í einu og öllu og það er svona kannski svipa til. Já, og svo svona kemur svona smá loka ræða hjá honum Matt Murdock, sko, það sem að bara þetta okkar borg, ekki hans og við tökum þetta tilbaka, við stöndum saman, þetta er svona ákall og maður að sjá þetta víðar í bandarísku efni núna, sko, og mér var alveg hugsað til, sko, Lifeboat eftir Hitchcock, hún gerist í seinni heimsstyrjöldinni, áður en að bandaríkjamenn blanda sér í slaginn og þá er eitthvað svona, nei, það er ekki Lifeboat, það er Foreign Correspondent og þá er svona einhver fréttamaður að halda einhverja töl í restina og það er bara grímulöst ákall til bandaríkjana bara, vilju gjöra svo vel að blanda ykkur í þannig slag, sko þannig að hann var Hitchcock að senda út neyðakall og þetta er svolítið svona í þeim anda. Ég var einmitt, vorum að tala um daginn þegar ég að þau erum að tala um Marvel tróið Captain America New Brave World Rauðuhöld hann er svo sterkur geggjaði Rauðuhöldin kemur, sko, þetta er geggjum vá nei, þetta er djók, segðu djók fólk getur haldið að þú væri að fíla Rauðuhöld ef þessi áttur fyrir loftið þá vil ég að hlustendur viti að í þessum þætti sem glataðist þá sagði ég að meira sem ég væri komið nóg að Marvel við að horfa á þá mynd hann reif af sér Marvel smekkin en það er rosa Marvel smekk setur hann alltaf að þið fyrir tróið Spiderman smekkurinn en það er rosalega svona Trump ádælega þeirra mynd og svo fór ég á aðra mynd daginn eftir Mickey 17 það var aftur Trump Trump er allstaðar sko. En það var kannski ekki segja rosalega Trump ádæli í Captain America því þetta var allt svo mislugað þetta er mjög flott gert í Daredevil og svona það eru allt liði í kringum Kingpin er náttúrulega svona mjög svona einhvern veginn sannparti í því að gera allt þessu vondikallin, sko og náttúrulega makaliði á náttúrulega speikla sig svo á að komast á hans stað alveg bara are we the bad guys? Þetta er svona settlið gert hann sko. En ég held að þeir gera það bara ekkert vegna þess að bara eins og með The Boys sem átt að vera einhver það býtur ekkert á þetta að þeir bara fannst bara Homelandur ógeðslega nettur og bara rólmódel bara þetta er nefnilega ég held að ég hef sagt að þetta er eins og glataðist að ég held að The Boys hefði bara gert hlutina verri sko, það hefði ekki hjálpað til þetta er alltaf gott stöf og svo alveg kannski best að bara halda í til haga að það er post-credit sinna það er post-credit sinna í þessum þætti og hún er insane geðvikt ég get ekki beðið við Arnar gátum ekki beðið við gátum ekki beðið þess að við horfum á því skrjáfþurrir ekki búin að fara í sund hvað finnst ykkur að það er svona smá verið rætt eitthvað ef ég sé á netinum að það sé kannski ekkert sérstök persónusköpun í þessum þáttum, þetta sé alveg bara þetta eru bara þekktastarið Kingpin, Daredevil og Punisher þetta eru flatari þættir hvað þetta varðar handritið er flatara heldur en það var í Netflix þátturum þetta er ekki alveg jafn mikið talent sem er að vinna bakið þeim þannig að en þetta eru samt alveg það er alveg persónusköpun og það er alveg einhver karakter arcs en eins og ég segi, mér finnst handritið kannski ekki gott en það bara þegar þið fengið alltaf leikar aftur er að gera þetta fyrir mig sko og hann Vincent, þetta er náttúrulega svo ógeðslega góð leikari, ég tala um því síðast að þetta hann leik meðstílarinn Púber í Saltnón Sími Valkilmer hann var með plastnefið ég var að segja síðast svo er ég núna að þegar ég er búið með allt Lóðundorður SVU þá er ég að dunda mér í Lóðundorður glæpamaður í tjaldi Criminal Intent og hann er náttúrulega eitthvað svona svolítið hann er eitthvað ekki alveg andlega heill sko sem að löggan sem að leikur það sko en hann er svo góður sko hann er góður í öllu sko. Criminal Intent var ekki mikið þar að maður sá alltaf strax hver framtíklega og hann er svona svolítið svona reynmenn svona svolítið á okkur rófi og svona líka alveg Sherlock Holmes sko hún Eames sem er með honum gellan sko sem hún er alveg nett fyrir þetta á hann bara amaze me og Vincent eitthvað og sko og ég er búin að horfa alla fyrstu seri og er í annari og þá er þetta bara sem sagt þau sko svo fara þeir alltaf að skipta þá kom Mr. Big úr Sex and the City var sem sagt aðalöggan hina vikuna sko og svo var hann Jeff Goldblum
líka mætti Já, sko, það var einmitt. alveg svolítið gaman en ég byrjaði í seríu 7 og þá var þetta svona skipt og þá bara byrjaði ég á byrjun til þess að losna við Mr. Big sko, hann ekki þetta bara Vincent þessi þættir sko maður ég alveg vá, herri, ég misti þetta ég þarf að vera að checka aftur á Law & Order ég er ekki múin að horfa á þetta í mörg Já, hvað ertu að spá að tjekka á sko Law & Order eða SVU eða Criminal Intent sko bara einhverju Já, það svo Law & Order Organized Crime verið að gera comeback í dag í alveg Já, það sem sagt NBC hætti með þá Stabler komin á Peacock Hvernig það, sko, þetta náttúrulega svo cinematic universe Jú. ekki svona crossover þetta Jú. Og yfirleitt alltaf þegar kom nýtt Law & Order þá það alltaf svona því svona ítt ofan í tróið sko Mariska Hargitay var í fyrstu Organized Crime þáttunum og svona þeir eitthvað spóið að gera bíómynd kannski? Nei, ég held ekki Avengers þetta er svona svolítið svo þegar við vorum með Worf í Deep Space Nine Star Trek og hann sem hafði verið hérna í Next Generation sko. Hann kom yfir sko til aðeins og svona Þetta var líka þegar Melrose Place byrjaði munið því sko Nei, ég man ekki eftir því þá sko þá fór held ég sko einn eða tveir karakterar sem sagt úr Beverly Hills 90210 sko kynntust, nei það var Grant Show hann var töffarinn í Melrose Place hann var eitthvað að ditta ykkur húsi heima hjá Kelly í 90210 sko svona þannig Mér líður svona eins og við séum hérna Merry og Pippin á öxlunum á Tríbýr til Lord of the Rings núna The Antwives have all gone þessu ótegnd eða samtegnd sko við vorum að tala um Law & Order þá hugsa ég náttúrulega smá um CSI sko hvað er þetta gæður sem leika aðhlutur ekki í CSI Miami? Horatio Crane David Caruso sko ég held að hans bara horfin og ég sá svo veit maður aldrei hvenær er verið að ljúga mann núna á Facebook sko en það var svona einhver mynd þetta var einu svona kynþokkafylsti maðurinn í bandarísku sjónvarpi nú er hann feitur, ljótur og hálfsköllóttur og myndir á honum sko með deadbotið Ég var að heyra hann verði í Avengers Doomsday Hann er Doomsday Herri, ég var enda að sjá okkur myndir svona leaked photos af fleiri stólum af Robert Downey Jr. Hann geti verið með svona silfurlita svona sítt hár og skegg sem wow. Klárum samt aðeins Horatio Crane sem alltaf með þetta soldier og move sko þetta er náttúrulega þessi David Caruso það var ótrúlega glataður maður sko. Eitt fyrsta hlutverki hans var í First Blood og þetta Rambo stakkan í rassinn hann út í skóginum sko. Wow. Svo er hann í NYPD Blue sem eru náttúrulega á sínum tíma mjög vinsælir sko. Ég man eftir þeim og hann hætti sko, þegar þættirnir voru bara á toppnum af því hann ætlaði ride the wave og vera bíóstjarnar sko, og var í nokkrum glötuðum bíómyndum og hann er svona, þetta er maður hérna röngu ákvarðana og hefur eiginlega alltaf verið komin lengur en hann getur staðið undir sko. Ég tengi rosalega mikið við þetta Hann lék í myndinni Session 9 sem var hryllingsmynd sem var mjög góð menn sem að fara að þrífa asbest í svona gömlu húsi og það er öll myndin svona mjög skrítin en mjög skemmtileg hann var góður í henni en hún var líka pínu skrítin En þá veistu hvar hann er næstu því næstu því, við veitum hann var feitur og ljótur feitur, hann var alltaf ljótur og sköllóttur það er svo gott sko en hvað, hefur við hægt að tala um Dr. Doom? Við skulum hægt að tala um Dr. Doom og hægt að tala um Marvel rífum okkur upp úr tróginu voruð þið, ég veit ekki, kannski eru þið búin að taka þátt ég var ekki hlustað ekki að sýst þáttunni, voruð þið búin að tala um Black Mirror? Ég er nefnilega búin með nýjustu seríuna og ég er mjög hrifin og ég er búin að vera hvetja tóta til að taka sér þátt Black Mirror þetta, ég er búin að horfa á ég byrjar á 4. hvernig það finnst þetta er náttúrulega bara mjög fínt stöf sko. en náttúrulega þetta er svona samt ekta svona serie sem þú þarft einhvern veginn að íta mér út í af því að ég vil lögg og bóa og hasar og það verið að drepa marga ég hef sagt áður, ég er alveg gamall til að eyða tíma í eitthvað svona deep en þetta er mjög flott sko og svo náttúrulega sá ég strax í byrjun á 4. þætti að það er Peter Capaldi mættur sko, þá bara, nú Peter Capaldi það er svona Kolla Bergþórs í mér sko. Nei, Peter Capaldi, þá er þetta gott Nei, þessi serían bara, ég ætla að fara með ekkert ódjútið þetta að taka sér þátt en þú átt besta þáttun eftir sem er þáttu 5
Paul Giamatti okkar allra besti Er það Eulogy þáttur? Já, hann rosa góður og þessi séri svolítið bara svona back to form Já, ég sammála því hún betri heldur en síðasta ég man að síðasta var eitthvað underwhelming hún þetta bara besta séri í svona sístu 3 og 4 serjur þetta búin að vera það mest solid séri hann held ég Ég á loka á þetta eftir, ég er búin að vera að spara USS Callister framhaldið 1,5 tími þannig ég það líka eitt sem að við skulum á geima þetta en einmitt, ég horf á þessa 3 sem ég búið með bara í fyrradag og þetta náttúrulega ekkert svona bindsamt þú átt einmitt bara að taka eitt þátt og anda og þetta getur verið rosalega heavy Já, líka bara það er svo mikið í gangi sko, bæði langt og mikið að gera sko og þetta er svolítið svona food for thought sko þannig að ekki að jarða þetta sko gleyma fyrsta þetta strax og búið með annan þátt Eftir fyrsta áttin þá varði ég að horfa á Drive to Survive formúlu 1 heimildað þennan Mér leið svo illa einmitt Er ekki að tengja? Formúla 1 Það er svolítið einn með hugsunum sínum og tilfinningum sínum eða ekki Já, þetta við kannski bara ef þessi þáttur textu upp þá kannski bara endum við að þurfa að fá Arnar í næsta þátt líka sem verður sem sagt Black Mirror þátturinn Er það ekki? Já, Dóra Júlía var líka hótið að koma Þetta er vinsalast á Netflix allavega á Íslandi núna Þetta er líka svo sturlað Þetta er sturlað gott Þegar þetta er gott Black Mirror er rosalega gott sjónvarp Þetta er líka bara what er cooler dæmi fólk tala svo, varstu búin að sjá þennan þátt Já, einmitt Svakalugur Paul Giamatti þáttur Svakalugur Marvel trói með rauður höll Ég er meira í Giamatti tróinu sko. Hann er svolítið tröggur Sideways En talandi sjónvarp Sko, þegar maður að fréttin að gera svo hratt á þeir við tekið eftir þessu núldag að ég var að barma mér yfir Mikki Rúrk og Celebrity Big Brother á sunnudaginn svo bara kem ég heim held ég bara var búið rekan og hann bara hent út Gott á hann Já, sennilega Hann var að kalla einhvern hann var eitthvað hann var bara homofób Já, það var bara byrjunin sko. Svo áttu voruð í eitthvað svona áttu að vera í svona sjóræningjabúningum eitthvað, bara sá brot á YouTube sko. Og þá var þessi Chris þú kannast hann sem úr einhverjum Love Star Island þá ætti sko bara mikið farin að vera með svona það sem er kallað í bókinu ógnandi hegðun hann er svona farin að setja út kassan og svona farin að ætla í hann sko. Já og það var gerð úrslæði sko ekki homofóbin og pæli bara vera breyti og horfa sjónvarpið bara Celebrity Big Brother maður gjöðu þetta er eitthvað Love Island stjörnur og eitthvað dæmi er þetta Mikki Rúrk hvað er hann að gera þetta er alveg gali já, klíka ég bara vona bara, nei, svo er það verra sko því ég hef alltaf áhyggjur af afkomu sem manns þetta er uppáhaldsleikarum minn sko 500.000 pund átt hann að fá svo eru alls konar sko sektir og frádrættir og svona sko hann er heppinn ef hann fær 100.000 pund sko heppinn ef hann endur á nulli hann er að tóti þegar hann drefst deyr sín honum virðingu þegar hann deyr þá erum við að fara að taka sér þátt já mér finnst náttúrulega ég ætti að vera lengur búin að taka sér þátt áður en hann deyr þess vegna sko en jú ætla það sé ekki næsta tilefni ég er alveg tilbúin til að ræða tóti Expendables og Iron Man 2 Já, sætla minninga I want my bird skotas en að ég hafa alltaf hvað heitar Whiplash þetta Whip ég hafi sko haldið tryggðið hennar mann í þessa áratíu sko ég held að enginn hafi valdið mér jafnmiklum vonbrigðum oft í bíó sko ég fór alltaf í bíó og líka þegar þetta voru að drasl svo bara hvar varstu tóttur og fréttar hann væri í Iron Man 2 ég man það ekki en ég var rosalega kátur bara yes mikið er að fá alveg hlutverki stóri mynd glata svo er þetta versta Iron Man myndin hann ber ofan með svipur 2 svipur þetta bara svona allan tíma man ég hugsaði bara Indiana Jones guðurinn með sverðið sko af hverju er einhver skítur það er nú svo mynd gerist einmitt í Monaco af hverju mannstu svona mikið eftir Iron Man 2 það sem að formúlan er muni ekki hann tekur köttar formúlubíl í 2 það var helviti nett sko ég var að horfa aftur á þessu mynd en þetta er svona þetta er sorgarsaga þetta er svona bara eins og bara beint upp úr harmleik eftir Shakespeare var ekki kannski hægt að skrifa söngleik eitthvað Mikki Rúrk hættir já
Haltu endilega áfram með þennan brandara. Ég vil Sjáum hvert þetta leiðir okkur. Hversu vel ígrundaðar þessu brandara hjá þér. Óttur hérna að leggja frá sér handritið hérna. Talandi tungum heilugum anda, alveg innblásin. Heyrðu, já, en hérna þetta páskaháttur, já, ég þarf að minna á það en býðum aðeins með það hérna, við reynum alltaf að vera svolítið svona up to date og hérna, þú hefur svolítið reddað mér undanfæri Oddur og tuglegur að sjá það sem er að gerast í bíó. Já. Nú er það bara Arna Tómas Já. sem að kemur hérna Oddur spurði mig daginn hvort ég væri búin að sjá nýju Soderbergh-myndina. Já. Og ég sagði nei, en ég er mjög spenntur. Já. Og þá vorum við að tala mismunandi myndir. Já. Oddur var að tala um Black Bag sem að þið fíluðu nú frekar mikið, var það ekki? Já, bara höfum gaman að, jú. Hún er frábær. Og ég var að tala um Presence sem er hérna einhver svona lítil fjölskyldu svona thriller draugamynd og er núna í bíó og hérna ansi góð fjallar svona fjölskyldu sem að flytur inn í hús og búin að vera einhver harmur hjá dótturinni og það er einhver draugur all myndin er tekin í svona POV frá sjónarhorni draugsins sem við vitum ekki hver eða alveg hvað er að gerast sko. Þannig að þetta er svona pínu þetta er pínu svona paranormal activity eða eitthvað svona þannig tegund tekin upp á svona einhverja litla kameru góð mynd, mjög skemmtileg en það er svolítið sko, hún er markasett kannski heitlingsmynd hún er markasett sér heitlingsmynd og pósterinn lítur bara út eins og maður sé að fara að horfa á eitthvað Sinister, Conjuring eða allt þetta dæmi hérna en þetta er bara alls ekki þannig mynd. Þannig að Oddur, þú getur séð hana þessi markasetning fælis fullt af fólki frá eins og Odd sko. Hún er með 88% á Rotten Tomatoes. Já, hún er nefnilega þrjusugóð og hérna bara svona og hún er að gera eitthvað nýtt þetta er bara svona, hún er bara svona experimental svona hvernig þið skjóta hana og kostaði ekki mikið pening örgulega mestu hlutina af þessum hérna, þorrina af þessum $3 milljónum fóru örgulega bara í borgar Lucy Liu sem er í þessari mynd Lucy Liu? That's a name I haven't heard in a long time. Okkar kona, já Hún var að eina góða við Ally McBeal þættina fannst mér. Ally McBeal, djúl voru þeir góður. Geðvika þættir. Og dansandi barnið. Og gæðsengar. Það var hérna, þeir voru alltaf að dreyma, það var eitthvað svona 3D teiknað dansandi barn í Ally McBeal. Já, eiginlega var margt gott við Ally McBeal, nema eiginlega Ally McBeal. Hún var náttúrulega óþólandi. Flokkkartin sko, við erum ekki flokkkartin. Nei, og gæðsengar blístra hana með, hvernig blístra hann aftur? Ekki blístri mækin. Já, og líka skemmtilegur gaurin sem var alltaf Bygons og svo líka Portia de Rossi mjög flott. Var hún ekki svolítið fræg í þessum þáttum? Jó, þá byrjaðum við Þetta voru bara stóri þetta sko. Já, alveg og hann er samt Ally McBeal, Kallista, Flockhart, óþólandi og auðvitað sko svo byrjaði Harrison Ford með henni og þau eru ennþá saman þess vegna hefur hann breyst í rauðan hug Þetta vildur að fara óbóðsli í skapið á manninum að búa með þessari konu Djöfull er ég að horfa núna á 1923 eftir 1923 eftir hvatningu þína Djöfull er það eru geggjaði þættir. Hvað er það? 1923, það er eitt af Yellowstone. Já. Ég er náttúrulega að byrja á 1883 fyrir löngu síðan. Já, það var gott stöf líka. Það var líka gott stöf. Ég þarf að horfa. Við þurfum að tala um þetta. Þú veist, ég veit þú búin að tala mikið um þetta. En Taylor Sheridan, hann er að gera, þetta eru algjöru galdrar í kringum þetta Yellowstone dæmi. Já. Hann er allt sem tekist Dotton-fjölskyldinu, bara amazing það er líka held ég að það er töffi sko. Þessi Ástarsa, sorry ég hef að tala um Ástarsa, hún er frábær Já, Afriku, ég skotin í henn báðum mér var að byrja með henn báðum og finnst þér hann ekki mikill töffar hann hérna Spencer er hann nettur gæðin í Afriku hann er geggjaður, hann er svo mikil Dotton líka Já, hann er rosalega Dotton og svo er hann svo til Ritcher líka því hann er algjörlega hann bara er óbílandi, óbugaður og óstöðandi Hvað finnst þér um þetta, Arnar? Ekki orð þess að spurði ég, hvað er það? Ég vil bara fá innlegg Já Við erum að bjóða Mér finnst það hljóma mjög áhugavert og ég bara Þetta er rosalega gott Já og bara eins og ég náttúrulega sagði í síðast þetta var ekki ljúga Oddur er bara núna innmiklar í þessu ástasögu mjög í fyrir sérinu sko. En svo verði þið viðskila og voru viðskila sko, allt verkfæll og allt það sko, svo langt hlé á milli seria sko. Þannig að ég var mjög stressaður allan hennar tíma, 2 ára Þau eru bæði, hann er ekki einhlupur leikarinn, en hún er einhlup, leikon Já, með við það sem að gerfugrindin var að segja þér og takk fyrir að minnast á þessu þættu ég verið að leiðrétta mig, hún leikur ekkert dóttur Billy Bob Thornton í Herru, ég var að hlusta á þetta ég var að hlusta á þáttinn okkar Tóti. Ég var að hlusta
fuck, og þegar þú sagði það var ég það ekki hún Nei, Þannig, ég veit ekki hvað samsláttur það en ég náttúrulega orðinn gamall en hún leikur vissulega í þáttunum svo kona sem þú ert að tala hún leikur bara eitthvað aðra kona Já, það er samslátturinn Já, það er samslátturinn sko og hún leikur þess að sem úlfurinn býtur í séri 2 hún er mjög, ég var einmitt að skoða hana á Instagram sko. hún er greinlega ekki það stolt að ég hafa leikið í Landmann en hún er mjög stolt að ég hafa leikið í 1924 Já, þetta er eitthvað epic stöf sko. En ef svo þeirra elskendunir finnast aftur í lokaþættinum sem ég var orðum daginn ég fór að háskæla sko. Ég var bara ekki grétun í maga sko. Þetta var alveg þannig sko. Svo ég segi bara held ég áratugi síðan að ég lent á personum sem mér þykir svona væntum mann er svo innlega ekki sama þetta fólk en það er líka bara einhvern veginn strax frá fyrsta sko, þeir eru byrjað saman geður fyrir hlustundur sem að gefa á hana þá en sko þeir eru byrjað hana saman hana og þeir eru, þú veist, maður sér að það er bara strax traction, skilur og þú kaupir þetta strax sem er mjög sjálfgætt stundum þegar þú veist muni eftir einhvern svona dæmi það sem að þú veist að einhvern personum með tróðið saman í einhvern þætti eða mynd og þú ert bara eitthvað þetta var hérna bíómyndin sem kom daginn með Jonah Hill það sem að Eddie Murphy er tengdapappans og hún er Elaine Julie Louis Dreyfus leikur með manns og eitthvað svona og hann byrja með einhverju stelpu sem að fjölskyldur þeir eru og svo líkar þau eru gyðingar og hinn eru svört og það er alls konar svona ég sá ekki þessa mynd en sem sagt, það var vist svo lélegt chemistry á milli Jonah Hill og þessar stelpu að sko kossin sem þau eiga í lokmyndarinnar var vist sko CGI-aður Nei Það er svona stóra dæmi sem kom út frá því sko þetta var það, chemistry var það lítið og henni fannst Jonah Hill það fráhrindandi persónuleiki að hún bara gæti ekki hugsa sér að kissa hann í lókmyndarinnar sko. Það er rosalegt ég veit ekki hvort ég myndi bara höndla það sem leikari, einhver væri bara minnst þú það ég vil fá CGI ég vil CGI að kossin ekkert með þá tér sko. ég ætla ekki sko, það gæti verið að ég hætti að það verið vitlisum sem ég las en ég las þetta og ég ætla bara að hafa það eftir hér í þessum þetta er podcast, það er ekkert að vera rétt Nei, nákvæmlega, talandi aftur mitt Tombstone og er svo mikið af góðsögnum í ganginu allir kringum þessum gaurar á vestinu sko og það er alveg vitað að sumt er bara ekki rétt en bara ef sagan er góð bara þá verður þetta satt sko þetta er bara prenta nú oft, þetta er gert nú oft í bíó bara, og þá verður þetta er svona dæmið það bara hvernig sko fake reality tekur yfir og þetta er að gerast náttúrulega bara með allt í heiminu núna en talandi með hann Sheridan sko hann er náttúrulega með eitthvað touch sko og náttúrulega með þetta indjána kúreka blæti allt sem hann gerir er vestri sko alveg sem hvort það gerist í samtímanum eða whenever sko þetta er alveg 1923 er alveg vestri mjög þetta var það nú alveg vestri Wyatt Earp drefst 1929 akkurat þannig að þetta er nú bara svo nálægt okkur í tíma en það er sko kallmennskan sko, ég vil meina að hann keyri á kallmennsku sem er þá vantilega flokka sem eitur kallmennska en þetta eru rosalegir gaurar sko og vondu eru mjög vondir þeir eru mjög eitraðir kallmenn þeir eru mjög vondir en góðu gæðinir eru ekki eitraðir en þeir eru svona vondir sko þetta er allt Þetta minnum við að það, voru við búin að tala um White Lotus? Nei, það er svo stórt dæmi en ekki ég er búin að klára þá Þriðja serían var að klárast Mike White gerir þess að þætti heitir hann ekki, Mike White jú hann náttúrulega tók þátt í Survivor seríu 36, David vs. Goliath og hann var geggjaður og hann er svo skemmtilegur þessi gæi svo er hann bara mikið talent líka mér er kannski þriðja serían ef við ræðum hann bara að spilla kannski eitthvað mér er svona aðeins verið en hinnar Já, mér finnst bara að veit ekki, þetta er ég talaði um áður, þetta eru svona vibe þættir fyrst mér, eða þannig horfi ég á þá vegna þess að ef maður er að setja svo mikið inn í söguna vegna þess að sko fyrir mér var þetta, þessi þættir eru uppfullir af svona rauðum herring og svona þú veist þess að fara að deyja finnst það alla seríuna byrja á því að það deyr einhver og maður fær ekki að vita fyrir lokin hver það er en þessari seríu var bara svona, er eitthvað að fara að gerast í hvaða sögutræði er eitthvað að fara að gerast í lokin og svo var ein saga sem endaði á það að gerðist eitthvað og meðan allar hinar svolítið svona fjöruð út Svolítið fjöruð út Það er fjöruð út og bara maður svona sér stundum hvað hann ætlaði að gera en já, veit ekki ef við ætlum ekki að fara inn að spoilera þá hérna, skal ég ekkert nánar útlista það en þessi sería var svona ef ég hefði haft þær væntingar þá hefði ég orðið fyrir vonbrigðum en ég var bara að horfa til að horfa fólk í Tælandi og undir skemmtilegri tónlist skemmtilegi leikarar, skemmtilegi sett
og það bara þannig sem ég horfa á þess að þetta það þið bara fínir Já, ég náttúrulega hef ekki hort á neitt af þessu og fylgist náttúrulega bara með umræðun og eina sem að ég sé allavega aðdráttaraflegust þetta gagvart mér, ég á eftir að horfa á þetta náttúrulega það alveg súpa ógeðslega góðum og skemmtilegum leikurum alveg bara dópía sko. Nei, og það er það sem er svo sturlað eins og hlutverkið sem að Walton Goggins er í sko. Hann ætlaði að fá hérna, hvað heitir hann? Gamla leikara sem var í Cheers og Ted Danson? Nei, White Man Can't Jump Woody Harrelson, hann átti að leika eins og allt inn komst hann ekki sko þá fær hann bara þú veist, Walton Goggins í stað Walton Goggins er bara út allt í dag maður er ekki alltaf þverfótað fyrir Goggins sem er Robert, hann er nefnlaus í zombíin í Fallout ég er nú alltaf litið á hann sem svona poor man's Bill Paxton sko jú, hann er svolítið svolítið ég er náttúrulega, mér er ekki væntum að okkur hefur verið líkt sko, mér hefur verið líkt við hann sko og hann er náttúrulega það tala um að hann og Charlie Cox séu sko að gera svona hækkandi hárlínu sexy sko, há kollvik hann að við Walton erum alveg hressir þar bara sko. Við fögnum því ég ætla leið og ef ég fer að missa hárið þá ætla ég að fara til Tyrklands leið, já í hárígröslu ég fekk mér bara svona Magnum derhúfu hún er ekkert eðla nett Detroit Tigers það er kannski aðeins ódur en að fara til Tyrklands Thailand Tyrklands ég sem vil til Thailands þú vil til Tyrklands Já, ég komast að því síðan þú væri langlíklastur af okkur þremur til þess að flytja til Thailands í framtíðinni Já, ég held það Manstu eftir því? Tölum við það í þættinu sem hvarf, já Þú lést það hvarf út af þessari umræðu Út með þetta kort Fargið þessu korti En þú ert alveg, ég held að sé svona 5 ári að þú flyttir til Thailands Já, heldur það Já ekki mikið að pöttum þar og vondur matur og eitthvað ég held að maturinn vondur matur held ég helst ástæðan fyrir ég myndi vilja fara að það vondur matur besti veitingastæður landsins, Ban Thai besti veitingastæður landsins, Bangkok smiðuvegi, shoutout Ban Thai, halló Já, en þeir eru náttúrulega að nota náttúrulega svona hreint íslenskt hráefni íslenskt fjallalamb þið vitið við svo tæra náttúru sem við verðum að hafa svona höft og tolla Bókstaflega eina plottlínunum í White Lotus er þetta að það var mann að sé sem að meikaði ekki matinn og þá fer hann að saga tekur svolítið svona kúvendingu sko. Hvað sagði það? Stelpan hann sem ætlaði að flytja og búa Já Svona leið mér þegar þið voru að tala 1923 og pappinu spyrir getur ekki lifað á þess að vera rík Nei ég meik ekki matinn þú ættir þetta geðvik þetta er orðin uppáhaldspersonar með þessum þáttum pappinu, já, hann er Nei, svo sem meikar ekki matinn pappin er hérna Jason Isaacs þú verður að horfa ég veit það Ég vil líka horfa á Bear Þú vil líka horfa á The Bear Þú vil líka horfa á Black Mirror Hvað flera? Ég veit það ekki En talað það sko Ég náttúrulega alltaf einhvern veginn svolítið á eftir sko Nú lítið mér sérna er ég búin að vera eitthvað illa stendur sko Þannig að ég skellti mig bara á A Working Man Nei Með Jason Statham Hvernig var hún? Hvernig er hún? Hún er frábær Já, þetta er sko Ég held bara Þeir sem að dissa þessa myndir með Statham sko Þeir eru bara að skilja þetta Hún er eitthvað 50 í rotten Hún er rotin sko Já Það er bara Þetta er svo gott og maður er svo sko andlega fullnaður eftir að maður er búin að horfa á Jason Statham drepa 300 vondakallar sko, sem er ógeðslega vondir mansals rússneskir mafjósar sem að ræna rángri stúlku sko. Er þetta ekki svolítið taken stemming? Jó. Er þetta ekki bara svolítið svona formúlu Stathammynd bara á besta mögulega hátt? Jú, algjörlega, ég var alltaf mjánum með hana og hérna fyrstu 10 mínúturnar þá hugsa ég, já ok, ég veit nákvæmlega hvernig þessi mynd er. Það var ekki þannig. Nei. Hann náttúrulega er eitthvað fyrirvændi Navy Seal eitthvað bla bla sem er hættur og er að vinna í byggingavinnu til þess að geta verið nálægt dóttur sinni sem að býr hjá afa sínum sem er eitthvað svona jóka, ógeðslega leiðilegu kall sko og á vinnusvæðinu þá voru svona spánverðir að vinna og komið svona vondi kallar og nýðast á einu verkamann eða eitthvað sögut við hann það er endar 10 vondi kallar og Statham náttúrulega rústar og ég segi já ok að það var búið að kynna fjölskyldar sem átti byggingafyrirtæki, ok, svo koma þær aftur að drepa fjölskylduna og Statham þarf að rústa þeim. Já. Geðveikt. Á 9 mínútum var ég búin að ákveða það. Það var ekkert. Heldur bara að koma einhverjum bara rússneskir mafíusar og ræna dótturinni. Einmitt. Og ætla að manselja hana. Wow. Og eigandi byggingafyrirtækis grátbiður Statham. Getur ekki hjálpað okkur? Ég bara, nei, pabbi minn var í hernum og ég þekki ykkur alveg á mílufjarlæg, ég veit alveg að þú ert Navy Seal.
En hann svo góður sko Já, maður drífa sig á þessu mynd. Mér langar líka að sjá hérna amatör myndina. Já, hún er nú örgulega Hún góð. á víst að vera góð sko. Já, á öðru leveli Já, sko. á öðru leveli sko. Þannig að við getum tekið sérþátt það. Já, þú ert alltaf að tala um hvað sér þetta, svo komist við ekki yfir neitt. Við þurfum að hafa sérþætti. Já, herru, eru páskar eða ekki? Já, góðu páskaþáttur. Páskar. Herru, eitt enn bara, Frábær páskaþáttur. sko, Mobland, þú verður að horfa á þetta, þú verður að horfa á þetta. En ég er að horfa á 1923. Já, nei, það eru komin 3 Mobland-þættir, held ég. Ok. Og Tom Hardy er náttúrulega Tom Hardy í 12. veldi, sko. Já, þetta er náttúrulega bilaði leikarar. Já, þetta er rosalega skemmtilegt og já, ég ætla bara að segja eitt sæti, það er sérst eitt gaur hana sem sagt sonur, barnabarn P.S. Brosnan, mafjósa, það er bara að koma hann held ég nýr Geoffrey Bartheon, sko. Þetta er óþólandi kvikindi og smögg og er náttúrulega búin að hrinda skelfilegar atburðir þess að stað, sko. Það gekk Já. Ég hata hann, sko, það eru 3 þetta búinir, ég get ekki beðið eftir þessi gaur drefist. Og drefst hann örgulega ekki. Heldur að sá leikari minni bara gefast upp á að leika eins og gæði sem leik Geoffrey Ég veit það ekki. Sá gæði bara, hann Já, er bara orðin bara einhver hættur bara. bókmentafræðingur Já, hann er orðin einhver gott hjá honum. Já, hann bara vonan bara hafi lagt inn á kjörbók sem hann fekk borga fyrir Game of Thrones, þá var hann örgulega í góðum málum. kjörbók, hvað er það? Það var eitthvað bankabók, heldur ég, þegar ég var að fermast. Það séu trjáskeggur, erum við ekki alveg að vera komin hérna gegnum Fangorn skóg. Herru, Fangorn skóg. já, talandi að vera svolítið fastir í fortíðinni, að þetta er páskahátur. Við tölum líka held ég um þetta í síðasta páskahátti, það bíón voru alltaf með páskamyndir. Já. Ég hef nú ekki séð neina mynd held ég kynnta sérstaklega sem páskamynd. Nei, maður er ekki svolítið skrítið gimmick. Nei, það var jólamynd, ég var múin að glemma Anthony Hopkins og Guðmundur leikari, íslenski leikarinn. Þau voru að leika í einhverju mynd sem hétt eitthvað Mary eða eitthvað, en það er jólamynd held ég. Já, en ég reyndi nú eitthvað að útskýrta fyrir Gott innlegg. reyndi eitthvað að útskýrta fyrir Oddur, einmitt sko bíóin hérna voru alltaf með jólamyndir og páskamyndir. Já. Það þýtti ekki að þetta voru jóla- og páskamyndir, þetta voru bara stærstu myndirnar sem að íslensku bíóin gátu sko húkað Það inn, áttu bara að vera með. Ég er mynd. eins og Star Wars var jólamynd einhverjum 78. Ég googlaði þetta gana á þann, sko, Best Easter Movies. Já. Þú veit hvort það sé til einhverjar svona páskamyndir. Já, Þar erum við með Jesus Christ Superstar. það sjálfsögðu Væntanlega Passion. Já, Prince of Egypt. Noah með Russell Crowe sem tekin henni upp á. Já, eins og fræktur orðið. Eins og fræktur orðið. Og þetta eru svona, já, þetta er ekki mjög stóra myndir og það eru alltaf svona laus páskatengdar einhvern veginn, sko, bara svona í kristilegum boðskap, sko. En sko, já, jólamyndir, það gæti allir talið upp sér upp á þessu jólamyndir, Já, en já. það er eftir að tala upp enn einustu páskamynd, hvort þessu uppáhalds eða ekki. Sko. Passion of the Christ. Já, svo hún hefur alltaf svolítið svona stimplað sín hjá alltaf þeim sem að vilja taka píslinnar út páskana. En þetta voru bara áttu bara að vera stóra myndir. Þannig að fólk ánáttúrulega nota fríin, þetta er náttúrulega heiminum breyst, áttu að nota fríin til þess að fara í bíó, sko. Og ég tekka á ganni, fór á tímaritt.is að finna páskamyndir árana sem að við erum fættir. Í alvörni? Í alvörni. Vá, en gaman, nú er ég spenntur. Já, og 1971, það er árið mitt, það var nú ekki auðvitað Garðar Gresja. En sem sagt, það var bara ein mynd verið, nei, það var nú tvær kannski. En sem sagt, þetta var í Kópavogsbíó. Það var páskamyndin Maðurinn frá Nasaret. Hver er það? Já, við erum sko stórfengleg og hrífandi mynd í litum og cinemaskóp. Cinemaskóp? Þetta var alltaf í bíólisökunum gamla þetta. Í litum og cinemaskóp og allir bara, wow, hún er í cinemaskóp. What the fuck is that? Byggð á guðspjöllunum og öðrum helgiritum, fjöldi úrvalsleikara. Ok, og þetta var náttúrulega þegar myndinar hétt alltaf íslenskum til. Þetta er bara Maðurinn frá Nasaret. Þannig að ég reynda að googla, finna Jesú mynd frá 71 og ég fann bara Jesus, the Child of God, original title Jesus, El Niño Dios. Og leikararnir, fjöldi úrvalsleikara, þar ber helst nefnilega Guillermo Murray, Gail Bedal, Jorge Rivero, Luis Alcarón. Luis Alcarón. Nokkra mínum upp á. Þannig að fyrir 50 árum hefur þetta ljúga því að íslenskum bíógestum að þetta væri fjöldi úrvalsleikara. Veisla. Já, herðu, svo svo náttúrulega ég er svo óskipilaður að ég týndi punktunum sem ég tók í gær, en það var líka held ég ég man ekki, myndi með Barbra Streisand og Ryan O'Neill, bla. Ekki.
Heyrðu, hver er næstelstur? Það Arnar Tómas. Jep. Hann eiginlega svolítið vinnur þetta sko. 1989, þá Bíóborgin sem hérna svona pílustaður í dag, ekki? Búlsæ? Búlsæ? Já. Austurbæbjó, já. Hitt síðan Stjörnubíó. Nei, Austurbæbjó. Stjörnubíó bílastæðahús, efst á Laugaveginum. Rétt. Já. Já, þar boðið Accidental Tourist eða Á faraldsfæti Einmitt. með William Hurt og Gina Davis. En bíóhöllin sko, Tequila Sunrise á Istu Nöf. Nei. Mel Gibson, Kurt Russell og Michelle Pfeiffer. Það páskabíó. Sturlaland. Ég ætla bara fara beint og heima og horfa á hana eftir það með átældi sko. Já, ég langar svolítið að horfa á hana aftur. Hún var svona svolítið bjánaleg sko. Kurt Russell lögga, vinur hans Mel Gibson sem Bowie og þeir báðir skotnir í Michelle Pfeiffer. Gott soundtrack, já það á vínil. Það hérna Djúran á læginni. Do You Believe in Shame sko. En vinnerinn sko Háskólabíó, Mississippi Burning í ljósum lofum, geggjumynd. Balti talaði þessa myndir á hjá okkur. Gene Hackman og Willem Dafoe, sturla góð mynd sko. Alan Parker. Mississippi Burning. Sendur ljós á Gene Hackman. Já, stórt ljós á Gene Hackman. Heyrðu, ég glemdi því, ég sagði það alltaf í tíndahættinu. Stórt ljós. Nei, mikið ljós. Já, það fjall alveg rosalega góður brandari dauður þegar þú varst sendandi ljós í allar áttir. Ljós í allar áttir sko. Risaljós. Flóðljós. Stórt ljós á Gene Hayden Hackman. Risaljós. Ég horfði með þetta Crimson Tide daginn. Já, eins og sagði sér. Hefur þú séð, hafið þið þegar ekki, ég búið bara bækt að tala við Tóta. Rólegur. Eineltir orðið þvílík sko. Minna ljós á þig. Það hérna myndin The Quick and the Dead. Já. Gene Hackman, Sharon Stone, þessi mynd, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, svaka mynd, Keith David, bara því líkt line-up, Sam Raimi leikstýrir, Vestri, Spiderman leikstýrir. Já, Spiderman leikstýrir. Og þetta hérna allir sé ekki svona cirka 93-4 sko. Sharon Stone var attraktioni sko. Já, hún var headlinerinn, Funheit eftir Basic Instinct. Og gaman að því að þegar það verður að taka Tombstone, bara þeir voru allar farnir af settur, þá var lið mætt að breyta bænum í bæinn í Quick and the Dead. Einmitt. Já, þetta er nefnilega skemmtileg mynd sko. Gene Hackman frábær skúrkur í þessu. Hann rosalega góður skúrkaleikari, það var. Og þessi myndi fyndið þess, þetta er bara svona mynd sem að bara, það eru svona 20 svona high noon duels í þessari mynd og það er bara öll myndin eiginlega. Já. Og Leonardo DiCaprio, hann var krakki sko. Pínulítill. Gaman að því, Quick and the Dead, stórt ljós, Gene Hackman. Stórt ljós. Herru, en það var 93 segiru. Var það næst á dagskrá eða? Já. Hver fættist þá? Það þú, Otur minn. Kjellin. Sko, þá einhvern veginn ekki mjög auðvitað Garðar Gresja. Það bara, ég fann bara eina mynd sem var sérstaklega kynnt sem páskamyndin 1993. Honeymoon in Vegas. Halló, ég var að koma frá Vegas. Nicolas Cage og James Caan, ekki? Aldrei vekja mig. Þetta er mynda mínu skapi, sko. Já. Einmitt. Honeymoonin, og hvað gerist í þessari mynd? Ég manna ekki, það snýst brúðkaupi í Las Vegas. Já, spoilers. Honeymoon, ekki spoilers. Og gott ef að Nicolas Cage Nicolas Cage var alltaf í Vegas, hann var Leaving Las Vegas og Honeymoon in Vegas, en ég held að hann sé að fara að kvænast og ætli James Caan sé ekki tengdapappinn Týrlandi sem örgulega eitthvað svona skurkur. Ég horfði á þessa mynd á spólu, sko, ég nefndi ekki á hana í bíó, ég man það. Nei. En svo að því að mér fannst þetta nú allt frekar sko, þá sló ég líka uppáhalds árinu mínu 1985 og það er sko páskamyndin 1985 besta grínmynd síðari tíma, Lögguskólinn, Police Academy. Það er páskamynd. Já, það er páskamyndin. Er það mikið páskamynd, sko. Maður fór á þetta allt í bíó eftir að vera 6 eða 7 og því lítið rusl, allt, fyrsta myndin er líka rusl sko. Ég har reynd að horfa á hana mitt fyrir einhverju síðan, maður langar að horfa á svona gamlar grínmyndir sem ég hefði ekki séð þegar grínið var nú betra og maður var eiginlega bara svona til að líta undan sko. Bæði var þetta lélegt og svo er líka bara svona, þetta er búið að eldast mjög illa sem við brandararnir bara, maður alveg bara cancelled, mjög snarlega cancelled sko. En Moses Hightower, mjög flottur í þessu myndum sko. Hann er skemmtilegasti karakterinn. Og svo var svona byssubrjálu gella sko, og hún heit Callahan sko, vantarlega skild Dirty Harry Callahan sko. Já. Svo var líka Bobcat Goldthwait var í og hann var frægur fyrir að vera með svona skræka rödd sko. Og svo var líka svartimari sem gæti gert svona hljóðeffekta með munninum, hann endaði svo, hann stúkur svo upp í Spaceballs. Já.
Ég myndi, já Það voru styrlaði tímar sko. Nei, þetta minnum ég byrjaði með að horfa á Naked Gun fyrstu daginn Hún Djöfull hún skemmtileg. já, ég grétum trúi aldrei Djöfull þegar ég horfði á hana. hann að Trúum leika ekki öðru en að hún eldist bara O.J. Simpson, djöfull hann góður í henni. Já, hann verður að einhverju sko. The Juice Já, The Juice Hvað var það eiginlega um hann? Það er nú það Þeir gerðu Hann honum skinn passaði ekki sko. gerður nú svolítið brandara í kringum það í trailernum með Liam Neeson trailernum leit ekki mjög vel út Liam Neeson endurgerðin sem er að koma Þetta er mjög skrítin taktur í svolítið fyndin sena þar sem að þeir sýndu eina finna senu í þenn trailer og þá var Liam Neeson fyrir framann svona mynd af Leslie Nielsen svona ég er inn að feti þín fótspör pabbi og svo voru sko allar löggurnar á stöðinni með sko mynd af hliðstæðan þeirra úr gömlu myndinum það verður allir svona fyrir framann myndir af föður sinum og þá var nýji Nordberg stóð fyrir framann myndina af O.J. Simpson og hann var svona horfið myndir og hristu hausinn sko það var gott grín sko Það er mjög gott Alltaf, einheltisgrínið er alltaf gott Þið eru ekkert búin að leggja með mikið einhelti í svona þetta Nei, það eru páskar Það eru páska Við leggjum ekki einhelt páska Þetta, já, við erum búin að fara yfir þetta og þetta Klukkutími dóttirinn Já, við erum að tegja það aðeins lengra Halda Nei, ég þarf að nefna þetta Stolen Girl, þetta eru 9 þættir heldur sér breskir og ég bara rakst á daginn, ég vissi ekki að þetta væri ég held að þetta var bara ennþá í framleiðslu þetta er komið á Disney Plus og þetta er svona, ég veit ekki hvort ég þóra að horfa á þetta er kynnt til söguna sem bara martröð hvers foreldri sko. þá er þetta einhver 9 ára stelpa, hún fær að gista heima hjá vinkonunni sem er nýflutt í næsta hús og allir góð með það nema hún bara hverfur og fólki hverfur og svo kemur ljósa þetta hús var bara í eitthvað Airbnb og það bara búið að ræna banninu sko þetta er, ég er rosalega viðkomið fyrir bönnum í öllu en þetta er svona, ég held að þetta sé gott stöf Já, þetta margir þetta Já, manna í 6 held ég glimtur að tjekka á því, en ef þetta brest þá getur við svona næstu gefið okkur þetta séu 6 Þetta var að detta inn Var að detta inn Það er ekki bara svona 6 og svo búið bara Jú, góður sko Þessi ekki verið að búið til enn eitt universe Lost Girl Universe 5 þættir 5 þættir? Já, 5 þættir Og bara, þetta er rosalegt Já, maður þarf að horfa á þetta Stolen Girl Já, Stolen Girl, maður getur bætt þessu á listan yfir þættina sem maður þarf að horfa á Já, bara verður að horfa á þetta Skal semja þig, ef þú voru á þetta þá skulle ég horfa á The Bear Herru, svo ætlum við að taka náttúrulega sérþátt Thunderbolts, hún er að fara að koma í bíó Já, einmitt Marvel, myndin Já, er ekki það myndin sem var að spæsa upp Marvel-tróið Jú, þeir voru gerð eitthvað A24 trailer fyrir hana og tala um þetta sé Breakfast Club Marvel myndana Þetta verður svona, einmitt ég hef aldrei heyrt þetta koncept að svona vondir kallar sem að koma saman og fyrir að gera góða hluti Þetta er eitthvað ógulega nýtt Þetta er rosalega, ég elska Marvel þeir eru svo frumlegir þetta er svo frumlegt kvikmyndastúdíu Þetta er svona eins og, var ekki trefnum, þá var Will Smith So that's what we are, huh? Some kind of Thunderbolts En þetta er samt, þetta er náttúrulega eitthvað svona aragrúfa persónum, en hún er hún Flórens er það ekki Flórens Púgarinn er hana ég geti nálega, ég mynda mér að ég mæti á bíó bara fyrir hana og líka rauði kallin ekki úr Rauðhölk? Nei, úr Black Widow Já, og ég er að hugsa Stranger Things löggan og Stranger Things hann verður hann, já David eitthvað svona öllu kannast þetta geta alveg að vera allt í leið mynd bara skemmtilega og maður alltaf bindur mikla vonið við þetta heyrðu, svo er Andor að þetta í hús maður Já, við sögum það líka síðast 22. apríl það verður eitthvað besta Star Warsið Já, en það er komin ein stikla úr þættinum og það er gæðin í einhverju svona TIE Fighter að skjóta Stormtrooper og maður er eitthvað svona ég hef séð þetta áður Já, þetta er eitthvað sem þú vilt bara sjá endalaust never gets old sko Aldrei búið, horfa meira TIE Fighter, já, ég veit hvað það er Star Wars tróið X-Wing, TIE Fighter, já, ég veit hvað það er Disney tróið Disney tróið Já, það var Emmu Korrin við kannski tölum það næst í næsta þetta Já, hún var svo góð, ég vil er Emma Corrin góð Hán Ég vil er Hán góð maður Hán og ég held, já Ég vil er við vók þáttur maður Nei, við erum mjög vók Jú Já, akkur eru ekkert búin að tala um vók Hvernig ætlum við að gera það? Þá er ég sjálfsög að tala um húsgagna Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, já
Veist, þetta vók orðið svo leiðilegt að líka maður verður bara fegin þegar eitthvað fílskjöfur vók það ekki eitthvað svona matur eld á pönnu Vókon Nei, já, Jesus, sko ég nenni ekki svona Hvernig hægt að vera svona leiðilegur? Nei, bara eins og þetta fólk Nei, en það aðalega fólki sem hatar vók sem talar vók, þau alltaf að tala vók og svo bara allir að tala í kross veit ekki hvað þetta Vók Það frábæri nótur sem við ætlum að enda þennan þátt á Páska Klára það fyrir páska vók If it vokes like a duck, if it walks like a duck, it's a duck Nei, it's a vogue It's a vók En hvað ætlaði að gera páskuna? Fyrir Jesú Not a goddamn thing Heyrðu Gúfi í sig einu eggi Ég þarf að kaupa mér egg Þetta getur mjög sad páskadagsmorgun ef ég gleymi að kaupa mér egg Já, ég var opnað fyrir síman og bjóða hlustundum upp að láta þið vita hvað egg séu best Nei Það er svo vond Súkkulaði það fer versnandi Ég ætla að reynda að segja Tóti, mér finnst páskaegg freka mikið ómalt Þú veist, það er alveg nammi í þeim sem ég Já, allt hitt súkkulaði sælist í En það væri bara einhvern veginn hægt að fá nammið án þess að þurfa að kaupa eggið Það væri frábær lust fyrir mann eins og þig Blandi pók Ég skil ekki hennan punkt, það er öllslega ekki hægt Hver er punkturinn? Ég veit það ekki Hérna Átti þetta að vera páskahátur eða hvað? Þetta átti að vera páskahátur Þetta er eiginlega páskahátur Já, ok En svona eru páska sem hátíð Já, þetta er bara eitthvað svona blað Það snýst um eitthvað gæja á krossi Já, látt ekki svona að hanga krossin Það er að fá allt hægrið yfir okkur núna Nei, hægri, við erum vinir hægri Já, okkur talar þá svona um Kristín Gildi Já, einmitt, ég elska Kristín Gildi Þetta er saman sem ekki Kristín Gildum Ég elska líka Kristín Haug sem að fara að vinna með okkur Já Það má fík Já, hann er nú hress Ljós á Kristín Haug Já, stórt ljós Risaljós Hefur hætta þessu? Nei, ok Nei, hérna, sko, við erum búin að tala um páskamyndir sem sagt og hérna að þegar ég ætlaði nú að reyna að tengja þetta eitthvað í páska Easter eggs í bíómyndum Já, skemmtilegt Já, það getur nú gett sem að heimavinnu verða en það eru stundum góð sko Já, það er svolítið mikið að þeim í Marvel-tröginu Nei, það er svona kannski frægustu Easter eggin, það er nú hérna Toy Story, þar er hérna er ekki teppið heima hjá Sid sem að pínir leikvöng það er hérna teppið úr Shining munstrið einmitt það er eitt og ég held að það sé svolítið mikið af Shining refum í Toy Story bálkinum bara svona Kubrick dæmið sko og svo náttúrulega Legendary það er í hérna Indiana Jones ekki í Raiders of the Lost Ark þegar hann er að skoða eitthvað svona híróglífur á okkur vegg og þar eru C-3PO og R2-D2 eru svona teiknaðir meitlaðir í eitthvað grjót sko og það er náttúrulega líka hérna þetta er náttúrulega Steven Spielberg og Lucas þetta er náttúrulega vinir og í E.T. þá hérna krakkarnir fara með geimveruna út á Halloween og þá er krakki í Jóta-búning ég held með þessu sko hvort að Empire var ekki eins og komin held ég þetta líkur þetta að vera spoiler sko þá er hérna eitthvað Jóta og E.T. svona sér Jóta sko og svona sérst að hann kannast við hann sko staðfylg á að þetta er sami univers þetta er það er aldrei nóg af Cinematic Universe Já, og svo er sá punktur náttúrulega neldurinn í Phantom Menace í þinginu þegar hérna, það eru svona IT-geimverur eru greinilega fulltrúar á The Senate Það var geggjað Það var gott Easter egg Það er ein besta sennan í þeirri mynd Já, var það ekki? Jú Ég var glaður þegar ég sá IT-hana það var fátt sem gladdi mig í Phantom Menace og svo hérna í Godfather náttúrulega appelsínu þar alltaf er appelsín og þá er eitthvað að fara að deyja eða svíkja fyrirbóði svolítið svipað og í vifturnar í henni stórkostlu mynd Angel Heart þar sem að Mickey Rourke fer á kostum svona eitthvað vifta eitthvað þá er eitthvað að fara að drepa sko Disney voru með mikið þessu í teiknumyndunum manni þegar ég var barn og maður horfði á Hercules og þá er hann Hercules komin í eitthvað svona ljónafeld og þá er það sko skari úr Lion King svona tengingar milli Disney mynda sem voru skemmtilega sko og Naked Guns sem varst að lýsa úr trailerunum þetta er náttúrulega classic Easter egg sko og Scream þeir eru ágætu mynd, þar er hérna Linda Blair, henni bregður fyrir í svona cameo sjónvarsfréttakona það er stelpan úr The Exorcist sko
Negla? Nei, algjör negla negla, já. Við veit hvað, bara opnaðum ræðu í Facebook-ornum Egg. Uppáhalds-eggin Já, Í Facebook-hópum Toppfólk. Toppfólk. Geðveik hugmynd. Já. Og svo þetta getur verið alls konar. Þetta svona vísanir, svo líka náttúrulega, svo bara Hitchcock var náttúrulega alltaf með cameo í öllum sínum myndum, sko. Það má segja það síðustir egg. Maður vissi af þessu, maður náttúrulega sjá þetta ekki þegar þetta kom út, sko. Það var náttúrulega að leita að kallinum. Já. Og í Birds þá lappar hann út úr svona verslun með 2 hunda í bandi. Og þetta eru hundar sem hann átti, sko. Til þess að dýfka Easter eggi, sko. Já, við lónsum ykkur á Toppfólk, sko, þið getið, ef við nennið ekki að leita að vondum súkulegjum, þá getið leitað að páskaeggjum í bíó og sjónvarpi. Besta hugmynd sem ég hef. Já, það svona þegar við leggjum í púkina. Heyrðu, Hvað? það Captain America, Winter Soldier, þar nú heldur betur gott Easter egg í tróinu. Býttu nú við Samuel L. Jackson, Já. Nick Fury, hann drefst eða hann fake döiði ekki drepinn í platinu, sko. Jú. Og svo fer hann og kíkir á legsteinin sinn og áleiturinn The Path of the Righteous Man Ezekiel 25:17. Perfection, sko. Þeir eru ekki algalnir í Marvel, sko. Það þarf að fara að taka svona Marvel Marathon. Já, hvernig væri það? Og byrja þá Iron Man. Byrja á Iron Man 2 byrja á fyrstu Marvel-myndinni byrja á fyrstu Marvel-myndinni Howard the Duck, Já. The Abomination. Abomination, já Ég sá hann í bíó, sko, Laugarásbíó, alltaf ekki 85, og svo keypti ég hann á Blu-ray í alls fyrir löngu og var að reyna að horfa á hana heima og svo bara kom Dóra og bara, á hvaða Abomination ertu að horfa? Howard the Duck. Það var George Lucas Einmitt Pæli í þessu. Hann hefur nú oft klúðrað hlutunum, sko. Howard the Duck dúkkaði mitt upp í hvað Guardians of the Galaxy 2 Jú. Post-credit Já, ekki. hvað það var Já, Jú. frábært. Stór skemmtilegt Já, það svona Er það ekki? já. Við erum í toppmálum, konur í páskaskap. Það allir, það aldrei neitt verið betri. Viltu skilgrina páskaskap? Þetta nú bara svona bara, ávísun á bara klukkutíma langa vók umræðu bara. Hvað er páskaskap? Bara snýstum að muna eftir kvölum frelsarans fyrir okkur. Stórt ljós og Jesú Krist Já. Risaljós Hann er ljósið. Ég var að fatta þessi þáttur ekkert að væri lótsi, sko. Nú. Nei, ég bara, einhvern veginn, ég fekk bara allt í nótt. Og hvort heldur að sé förmver uppfæslan eða Arnar Tómas sem að Arnar Tómas. Það er eitthvað rafsegul tíðni sem að ég Hann er ber með mér sem að, Hann er gallega reypur, sko. messa í orflugunum Já, heyrðu, við erum örgulega að gleyma ykkur, sko. En Nei, er það nokkuð? Já, nei, örgulega ekki, sko. En það er nóg fyrir fólk að horfa á páskuna. Já, hvað ætlar þú að horfa á páskana? 1923. Já, þú hefur nóg að gera. Ég er alveg þar. Ég er ekkert eðla góður. Ég er mjög þakklútur. Ég er að fara beint heim og horfa hvað sagðara myndin hétti með Kurt Russell og Mel Gibson Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. Beinustu leið Já, mér finnst vel á það að menn farið svolítið svona aftur á baki tíma að horfa á hvað gamalt. Nákvæmlega. Það er náttúrulega 50 dagur í dag, það er sko lóðandi orderdagur. Það er sem sagt Líka á skýrti? Já, þetta er allt bara sýnt, þeir eru sýndir í kvöld, sko, ég veit ekki hvernig þetta berst á hingað en ég er búin að hafa bara 2 lóðandi orderdaði en nú fæ ég 3 því að Organized Crime er að koma aftur, sko. Staplerinn, sko. Benson og Stapler. Ef ekki að halda að Arnar og Tómasinn er lengur? Jú, ég þarf að fjúka Já, heyrðu við, já, shit maður Hann á að vera komin annað Ég þarf að vera komin annað Já. En við erum bara í tómálum, ekki? Jú. Minnum á Rekus, ekkert eðla þakklútur. Það er náttúrulega bara frábært Það er bara stórt ljós á Tomma og Rekus Stórt ljós á Rekus fyrir að leiða okkur að vera hérna Páskaljós Páskaljósi Nei, það ekki bara Jú. Kveðja Já, viltu pröfa að íta pásu og leiða Arnar að fara og ef svo halda áfram að sjá hvort þátturinn hverfi við það Nei Ok, hérna, gleðilega páska